Sælveriði, Ívar hér, flugsmiðinni. Í dag ætla ég að hitta flugu fyrir ykkur sem heitir er 11 watts púpa og heitir Jock. En þetta er ekki svona Jock Scott eða Jock eitthvað laxafluga, eitthvað fancy. Þetta er heldur bara tiltölulega einföld púpa sem er alveg frábær. Einn af sterkari púpunum í Elliðavatni samkvæmt því sem stendur í bókinni. Við byrjum á því að gera klára hausfjöður af gullfasana. Hún er hérna. Það er í rauninni skottið á jockinum. Hún er svona cirka þetta langt aftur úr. Og svo erum við með sem sé svona. Það kemur bara vel út. Svo erum við með þar fyrir framan er ávallt gull. Bindum niður hérna. Og þetta ávala gullna er alveg allaleg fram á haus á púpunni. Svo kemur gult flós. Þessi heiðgult flós og þetta gula flós sem ég er að nota hérna. Ég lík því ekki. Þetta er frá því ég var að byrja að læra að nýta. Þetta er eitthvað sem pabbi keypti út í Englandi. Fyrsta flugnýtingadótið sem ég fekk það var frá Bretlandi. Kallinn var í siglingu, hann siglaði með ísfisk og þetta var jólagjöfin, ég man ekki hvað þetta var 8 eða 9 ára gamall, cirka. Það var sem sé svona byrjandasett í nýtingum og þar byrjaði ég minn nýtingaferil. Förum við þetta hérna cirka svona, svo kemur gulur búkur bara á hana, yfir allt. Það var nokkuð gildan, það er allt í lagi. En jockin, ég hef ekki notað þessa flugur nóg sjálfur til þess að geta í rauninni dæmt hana almennilega. Svo hef ég ekkert verið að veiða í Elliðavatninu neitt að vitu. Ég þarf nú, að því að nú búsettur meira að minna eins og er hérna vestur á fjörðum, þá hef ég ekki verið að stunda vatni fyrir sunnan eins mikið og ég hefði viljað. Svo er náttúrulega breyting á því vonandi fljótlega. En við erum búin að vefja búknum hérna og þá næsta skref, það er svartflós í frambúkin á henni. Það kemur hér, þetta æsi skemmtilega flós, eða hitt og heldur, þetta er allt í bútum, þetta er hundlegilegt að vinna með henn. En það er bara að vinna með það samt. Það festist niður svona, akkurat svona. Og svona og því vefjum við bara hérna fram. Við sjáum þetta hún skiptir lit í miðju, það er ofta eitthvað við þær púpur, þetta er nú ekki svo eina sem er góð og er með litaskiptingu í miðju. Með þetta í hug Watson Fancy. Það er alveg ótrúlegt hvað þeir litir virka vel saman, rauður og svartur. Og það virðist eitthvað við bara í allri fluguveiði. Nei, rauður og svartur virkar alltaf. Það er eitthvað við það. Ég skil ekki. En þá er púpan bara langt komin. Þá eina sem við að gera er að vefja ávala gullinu fram. Það komum við með hérna. Og Pedersen gamli sagði mér þetta væri ein af þeim sem hann notaði í Elliðavatni eða gengi illa. Ekki lífur hann, eða laug, kallgreið, það er nú alla. En þá er þetta bara eiginlega komið. Við erum að taka hérna áhalavírin í burtu. Það nýta þetta þannig að þetta sem sé nýtum niður hérna áhalabútin hérna, þannig að felan með tvinnanum. En þá er flugan bara öruleiti klár og þá er ekkert eftir nema bara hausnútur og lakk. Þannig að við gerum hausnútin tvisvar, búin að fara í gegnum hann í 2 vídeóum áður, vonandi að þau nýtist ykkur. Þetta bara duga, þetta er svona sýningafluga. Það lakki eftir, en ég þakka ykkur bara innilega fyrir áhorfið og góða viðtökur sem Ásinn hefur fengið. Við sjáumst hress og kátt í næsta vídeói.
og ef það einhverja flugur sem þið vilja ég taki sérstaklega fyrir þá bara skellið því í komment eða sendið tölvupóst á flugusmiðjan@gmail.com. Nú erum við búin að blinda við á henni hérna. Þá þarf að taka þetta svona, þurrka nálinn alltaf svona komið. En ég þakka bara kærlega fyrir áhorfið og við sjáumst hress og kát í næsta vídeo. Takk fyrir.